Komið sæl og blessuð, velkomin á samkomu í veginum og bara bjóða ykkur velkomin og komið ykkur fyrir og við ætlum að lofa Guð saman. Ég eins og þið sjáið, þá Inga ekki með okkur. Ég beði að heilsa Inga út í útlönd við söknuðin. En hann Tóni, hann á að vera með mér og þarna hann. Gefa hann gott klapp. Kemur eins og kallaðir. En við ætlum að lofa Guð saman, ég og Tóni, og þið megi endilega koma og vera með okkur. Ég mæli með að lofa Guð saman, það ekkert sem líkist í. Og Tóni, hann svona, já, hann svona fyrsti gaurinn sem ég kynni svona í þessu svona löfgerðar bransanum, ef við má kalla það, skilju. Og hann var svona eindal að leyfa mér að koma með sér og spila í kirkju einhverju brúðkaupi og eitthvað, og ég var allt í einu komið, mér leiði eins og ég væri bara búinn að meika það, sko. Það var aðalgaurinn og hann bara dragandi með mér út allt, skilju. En og mér langaði bara að þakka þér fyrir, Tóni, að vera svona indæll og yndislegu maður og fyrir að taka svona vel á móti mér og sýna bara hvað það gott að vera Guðs maður og hvernig það að lifa í andanum og kenna mér helling og veist, það ekki indælt, þetta ekki gott. Svo fáum við að vera saman á sviðinu og lofa Guð saman og og ég náttúrulega miklu betri en hann á gítar núna. Joke. En við ætlum samt að lofa Guð. Ég mæli með að þið standið upp og lofið hann á gargið og eitthvað og við ætlum aðeins að keyra þetta upp og bara halleluja. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah, not even up believe. Love me, hey, lady, come on, son. I raise a hallelujah. Our weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on! I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Núna komið ykkur. Stendur í laginu, syngja aðeins hærra, sko, komið þá. Sing a little louder, louder, louder. Sing a little louder, sing a little louder.
'cause my weapon is a melody. I raise a hallelujah, 'cause heaven comes to fight for me, yeah. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. Sing it, someone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded
Heilagi Faðir, við lyftum nafninu í dag, Drottinn Jesús. Þú einn ert verður, Heilagi Faðir. Við erum bara hér fyrir þig, Drottinn. Við þráum bara meira af þér, Heilagi Faðir. Við lofum þig í dag, Jesús. Við viljum gefa þér þessa stund, Drottinn, bara til að gleyma öllu öðru, Drottinn. Ég bið bara með í hug okkar allra vera bara beint á þig, Drottinn. Ekkert annað, Drottinn. Bara þú, Jesús. Bara þú, Jesús. Bara þú, Jesús. Bara þú, Jesús. Þú einn ert verður við, Drottinn, Heilagi Faðir. Og þú skilur allt, Drottinn, Heilagi Faðir. Þú sérð inn í djúptin í hjört okkar, Drottinn, eitthvað sem við getum ekki séð sjálf, Drottinn. Þú sérð það, Drottinn. Lækna hjörti hér í kvöld, Drottinn. Gerðu okkur frjáls, Drottinn, og við bara verðum frjáls fram fyrir þér hér í kvöld í Jesú nafni, Faðir. Perfect and true. There's no one like Jesus. Light up the room. It's easy to praise someone when that someone is you. You're the most important person here.
Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. like only you can speak. Everything we're longing for, the presence of the living God, breathe like only you can breathe. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. If it's not what you wanna do,
So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away. 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 And I call, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. And I call, and you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. And I call, and you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I wanna be where you are, Lord. And I call, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you come and fill this room. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. It's not what you wanna do. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. Já, gefið þeim gott klapp, kæru vinnir. Góða kvöldið, ég heiti Aron og ég er alkoholisti og nýsköpun í Kristi. Elska að fá feedback.
Smá vandræðalegt, það var ekki kveikt á mæknum mínum og ég kann ekki að kveikja á honum, svona maður ófullkominn. Prófaðu. Já, hann í lagi. Vá. Guð góður. Guð góður, það bara eins og maður sé komin aftur í geður og bara tala við sjálfa sig hérna. Það gott að vera með ykkur, kæri vinur. Ég fæ þann heiður að minna á samskotin sem verða hérna eftir andartak, en áður en að ég ætla að minna á þau, þá langar mig að lesa úr Rómverjabréfinu 13. kafla, 8. vers. Þar segir: skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hvert annað, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Þetta svo gott og mér varst alveg frábært þegar þessi snillingar voru að taka hérna I'm no longer a slave to fear. Það var bara the story of my life. Ég var knúinn áfram af ótta og bara þræll Bakkusar og svo kemur Guð og bjargar lífi mínu 2. september 21, eins og þeir voru að syngja hérna rétt áðan. Komst og svaraði kallinu og líf mitt var myrkur og neysla og líf mitt frábært í dag og það sem ég gerði að ég tók Guðinn í þetta og ég fór í 12 spora samtök og ég mæli með því, kæru vinir. Ég að gleyma mig samskotin, þið sjáu að baukarnir okkar eru farnir að ganga og reikningsupplýsingar upp á skjá og svo posið þarna aftast. Guð blessi ykkur öll og munið það, kæru vinir, að Guð engin hlutur megn. Amen. Það lokar lagið og nú ætlum við að syngja inn jólin. Eru þið tilbúin í þetta eða? Ég veit alveg hvað að koma. Þetta eina jólalagið sem trónir á toppnum yfir þeim öllum. Hádramatísk og textinn talar okkar Guð, heilagan Jesú. Stjörna blikar blíð, þá barnið Jesús fæddist hér á jörð. Í dauða myrkrum dapar þú fyrir stríð, uns drottinn birti sinn í barnahjörð. Nú glæst á honum gleðja hrjáðar þjóðir, því guðlegt ljós af háum himni skín.
Amen. Tvílíki snillingar. Veistu hvað ekki? Halleluja. Kannski fá okkur til þess að koma með borði. En ef ekki að rísa á fætur og svona biðja. Það er gott að biðja eftir svona yndislega fallega lofgjörð. Ég trúi því að Guð vilji verka í líf okkar í kvöld. Ef við erum með opið hjarta til að taka á móti sem hann vill segja til okkar og gerði gegnum lofgjörðina. Við fáum upp alls konar tilfinningar þegar við erum að lofa Guð. Það getur verið óttinn og koma upp og kvíðinn fyrir jólunum og þeim tíma sem að koma. En það sem ég langaði svolítið í kvöld að tala við ykkur kannski svolítið mikið hvað þetta starf og hvað það. Ég var svo magnað að ég var að fara yfir gamla hluti í tölvunni á mér og þá sá ég svona svolítið byrjunina á þessu starfi sem byrjaði 2012. En við skulum byrja á það að biðja. Og ég hvet ykkur þegar við erum að biðja, það er svo gott eftir svona lofgjörð, Guð dvelur í lofgjörð síns lífs. Og við finnum að hjarta okkar opnast, við finnum að það er eitthvað sem snertir okkur og þetta er heilagur andi sem að verka í líf okkar. Og mörg okkar eru með svona hjarta sem kannski svolítið erfitt með að opnast og treysta. En í bæninni þá gerast bara stórkostlegi hlutir. Og ég hveti ykkur til þess að bara loka augun og sýta fram hendurnar og taka á móti sem Guð er með fyrir ykkur. Því það er fólk hér inni sem er að berjast við óttan og kvíðan. Það er fólk sem er kvíðið fyrir jólunum, fólk sem er að kvíða fyrir alls konar hlutum í lífinu. Það er fíkn sem er að banka upp hjá fólki og við höfum séð það í gegnum tíðinu og síðustu vikum og mánuðum hvernig óvinninu fer og til þess að stela, slátra og eyða. Og hann hefur bara gengið nokkuð vel og það er hluti sem við þurfum að stoppa. Sitja niður á fótunum og segja hingað og ekki lengra. Bara Faðir, við bara þökkum þér fyrir náðin og miskunn, við þökkum fyrir kærleika þín og elsku þína. Við þökkum fyrir að þú elskaður okkur að fyrrabræða þig, Drottinn. Og ég bið þig bara, Drottinn, í kvöld að þú megi bara verka í líf okkar, þú megi snerta við hjart okkar. Við bið þig, Drottinn, að koma í þína læknandi hönd og Drottinn minn, taka burtu kvíð og ótta og hræðslu, vanamáttakenndu og lífi fólks, Drottinn minn. Ég bið þig, Drottinn, að gefa okkur styrk og kraft til þess að halda áfram, ganga, Drottinn, skrefinu lengra heldur við nóttum að þórum sjálf. Og ég bið þig, Drottinn, að þú meir í kvöld, Drottinn, eins og umbreyta og meir gefa okkur þessa trúarfullvissu hver þú ert. Ég bið þig, Drottinn, að gefa okkur opna augum fyrir öllum þeim sem í kringum okkur eru, Drottinn, sem þú hefur verkað í. Við þökkum fyrir allir kraftaverk sem eru hér inni. Þegar fólk hefur látið af og leyft þér að koma inn í líf þeirra og taka stjórnina. Minn vitnisburð sem er akkurat það að gefast upp algjörlega fyrir þér. Taka þetta mustaskort trúarinnar og gera það fullvissu það að þú erkar í líf okkar. Gefðu Drottinn að við mögum læra að treysta þér fullkomlega og heilagur andi þakka fyrir úr að verka í lífi fólks sér akkurat núna, Drottinn minn. Ég bið þig bara, Drottinn minn, taka burtu sorg, taka burtu ótta, setja inn fullvissu það hver þú ert. Koma með þinn frið sem er æður í öllum skilningi okkar. Friður sem við komum aldrei nokkuð tíma með að skilja. Fyrir við lyftum hlutunum upp til þín, öllum byrðunum okkar, öllum erfiðleikunum, allur kvíðin, allur óttinn. Drottinn, við bara lyftum þessu til þín. Og þá mun þinn friður sem er æður í öllum skilningi varðveita hjarta okkar og hugsanir í þér Kristur Jesús. Bara lofa þig, Drottinn, í Jesú heilaga nafni. Amen. Halleluja. Ég er svo gaman að því að kannski höfðu nú kannski ekki margir trú á að þetta starf myndi nú svo sem lifa lengi. Einhver frekju hundur sem að óð áfram og þóttist kunna þetta allt sjálfur. Skildi fara að halda samkomur. Enda var ég með gríðarlega mikið ofmat að sjálfum mér þegar við byrjuðum, en Guð er góður Guð. Og það sem Guð gerir að setja fólk inn í lífið til þess að hjálpa þér. Ég hef oft sagt frá því að ég er að stofna þetta starf svolítið mikið í svona bara frekju og yfirgang, sko. Mér fannst enginn verið að gera rétt, ég vissi nákvæmlega hvernig átti að gera þetta. En það var nú alls ekki svo. Og en Guð er góður Guð og hann sendi fólk, hann þekkti hjarta mitt. Og hjarta mitt var akkurat það sem ég setti niður á blað fyrir mörgum ára síðan. Hvað er United Reykjavík, hver er hugsunin? Staður þar sem allir finna sig velkomna og samþykta.
Og ég held að rosa margir geti bara tekið undir það, að finna sig velkominn og samþyktan. Það engin fremstu með jafningi að þessu starfi og hefur aldrei verið. Staða þar sem móttökurnar eru kærleikur og vinátta. Hver þekkir það ekki? Ef við gert þann vitnisburð í okkar lífi, að þau komið hérna fyrst og við fundum fyrir hvernig við að tekja á mót okkur, þessi vinátta og þessi kærleikur sem að Staða sem fólk sem hefur átt trú, það endurist. Og við höfum alveg ótrúlega marga vitnisburði það. Fólk hefur komið hingað sem hefur kannski jafnvel verið svona leiðtogar í söfnum og kirkjum og sem hafa farið til hliðar en hafa komið hingað inn og fengið endurreisn, að Guð hefur gefið þeim endurreisn og það svo gott að þessi staði verið tilbúin til þess að gera það líka. Staða þar sem boðskapi hjálpræðis og endurlausnir eru predikuð. Við predikum nánast bara fagnaðarerindi Jesú Krist, að það ein leið inn í himinn og hún í gegnum Jesú Krist. Við predikum krossin og hjálpræðisverkið, að Jesús stóð á krossinum fyrir okkar syndir og sjúkdóm, allt það sem við erum að berjast við. Til þess að við getum verið hólpin. Hann dó í okkar stað og það það sem við viljum koma til fólks. Og það við erum svo gjörn á það í þetta mannlega í okkur að við viljum alltaf reyna að gera þetta sjálf. Og jafnvel þegar við eignast trú, þá erum við alltaf að grípa inn í og reyna að hjálpa Guði. Ég búinn að gera það margoft og það ekki góður árangur af því. Við þurfum að láta af og lifa Guði algjörlega. Stundum skilum við ekki alveg hvað hann að gera. En hann alltaf að fara með því rétta leið. Og mér svo gott, þegar eitt sagði að þegar við tökum út Jesú Kristin í líf okkar, að þá stillum við GPS-in á hann. Að hann mun alltaf leiða okkur inn á réttan veg ef stefnan þangað. Þú gengur af veginum, þá átt að taka næstu hægri og svo aftur til hægri og svo áfram, svo til vinstri og svo áfram. Guð mun alltaf leiða þig inn á staðinn ef við horfum á Jesú í öllu sem við verum að gera. Jafnvel þegar við stígum til hliðar, jafnvel þegar við verum að reyna að grípa inn í sjálf, hann mun alltaf leiða okkur inn á rétta veg og að nýju. En við þurfum að fylgja Jesú Kristi. Staða sem frelsisboðskapurinn, þessi sem ég var að tala aðlögun ekki áróður. Og ég til það verið eitt svona grunninn af því að fólki finnst gott að koma hérna. Fyrir mér trúin og trúar fullvissan og hjálpræðisverkið aðlögun bara fyrir alveg gríðarlega mikið af fólki. Fólk þolir ekki þegar verða að pressa trúinni þeirra. Við höfum ekki trú á því hér. Alls ekki. Það sem við trúum á það að líf okkar með endurspegla Krist og það verði okkar til þess að elda. Að þetta það sem ég vil. Mér langar að eignast þetta líf. Og það var sagt þeim því á fundu hér áður fyrir að þetta með að vera alltaf glaður og ánægður þrátt fyrir að erfiðleika vera í líf okkar að því að ég skilgreindi Guðinn í sporunum. Og það alveg gríðarlega mikilvægt. Það hefur komið aðeins hérna fram og mér langar til þess að leiða þetta að Guð gefur fullkomna lækningu og Guð gefur lækningu alkohólisma líka. En við skulum aldrei gleyma því að allt og hver og einn verður bara að eiga það sjálfur við sitt líf. En sporafina nauðsynleg? Já, hún algjörlega nauðsynleg. Fyrir mig var það þannig að Jesús kom inn í líf mitt á stundu þegar ég var nær dauða en lífi og ég veit að Guð mig tekið frá mig fíknin og allt það. En mín ábyrgð var að ég þurfti að ganga leiðina, ég þurfti að fara til fólksins sem ég hefði brotið á. Guð fyrirgefur, Guð tekur alla okkar hluti og kastar þeim í gleymskunar haf og gefur okkur fullkomna fyrirgefningu á það sem við höfum gert. En það breytir ekki að við þurfum sjálf að vinna vinnun okkar og það gerum við í sporunum. Við getum gert það í Celebrate Recovery, við getum gert það bara í 12-spora kerfinu og þetta bara ótrúlega mikilvægur hlutur. Og það líka mikilvægt að við séum inn á fundum. Það mikilvægt að við séum sýnileg. Staðisti akur sem til í dag, hann inn á 12-spora samtakana. Það allir að leita að einhverjum sannleika. Það allir að leita að ykkur og ef við erum ekki þar, þá leita fólk eitthvað annað. Og ég ætla ekki að fara út í þá umræðu núna, af því það rosa mikið í boði, sem kannski ekki það sem við eigum að gera. Það ekki hurðin sem við eigum að fara inn Þessi hurð sem ég tala hún lætur ekki mikið yfir sér, en sannleikurinn allir frá bakvið. Ekki horfa á þessar glansmyndir og allt það sem verið að gera, þekkt fólk og frægt fólk og ekki vera eldast við fólk.
ekki eldast við ykkur hindurvitni, það bara virkar ekki. Það bara ein leið inn í heiminin og hún í gegnum Jesú Krist. Það engin önnur leið fær, ekki nokkur. Og það rosa mikið, og það mesti kærleikurinn sem til það að segja fólki sannleikann, en ekki ljúga þeim. Hann getur stundum verið erfiður að kyngja. Og við stundum tölum við út hluti sem við höfum verið að aðvara fólk við því sem hefur verið í gangi og það sem í boði. Og fólk vil labba hér út, skilur, og bara finnst við vera eitthvað ofstækis fólk sem við erum, sem betur fer. En þetta fólk hefur komið tilbaka aftur og þakka fyrir orðin. Af því við þurfum að varast, við erum rosalega viðkvæm, sérstaklega þegar við erum að koma út meðferð. Við erum tilbúin að skoða allt, við erum tilbúin að þreifa öll og pröfa allt. En þú veist, allt leyfilegt en ekki allt gott. Og svo langt í frá. Og við skulum einbeita okkur bara að Kristi Jesú. Staðið það sem þú finnur þig til að þrátt fyrir fortíð þína og bresti. Og það ekki það sem, hver mesti óvinnur okkar? Það eru við sjálf. Við erum alltaf að dæma okkur, við erum alltaf að berja okkur fyrir það sem er búið að gerast í lífi okkar. Meðan að Guð hefur Kristi Jesú fyrirgefið okkur alla hluti. Og við getum hafið nýtt líf. Það gamla var engu, sjá nýtt orðið til, segir orðið. Staðið það sem lofgjör stór partur af aðferðafræðinni í gegnum tónlist og það það sem við gerum hér. Yndisleg lofgjör sem er hérna, alltaf. Og margir sem hafa komið hér í byrjun af því þeim finnst gott að vera inn í lofgjörunni. Lofgjörun staður þar sem við komum fram fyrir Guð. Lyftum hans nafni. Andi hans, heilagur andi, sem parturinn þríeina Guði, að verka í líf okkar þegar við erum að lofa Guð. Játning var okkar skiptir gríðarlega miklu máli og það sem við segjum bara gríðarlega mikilvægt. Þetta eins og þetta núna fyrir mig, ég alveg óbúið sem ég elska því ég mæta á morgnana í vinnu núna, því ég nú breytti aðeins til og fór að vinna aðeins í samhjálp, mér finnst það algjört æði, byrjaði klukkan 7 á morgnana núna, að elda, gamli staðurinn, en elda. Besta sem ég veit, það að hlusta á útvarp. Og það sem að gera svona í morgunútvarpinu og lindi náttúrulega, en mér finnst mjög gaman að hlusta í bítið á bylginni. Ég get ekki hlusta á það lengur, af því það auglýsing sem alltaf að koma aftur og aftur og aftur, sem eitt stykki blótsyrði. Og ég þoli, ég skil ekki hvað verið að gera. Og ég get bara ekki hlusta á það. Og þess vegna svo mikilvægt fyrir okkur, ég búin að kvarta, sko, ég gerði það bara með bréfi. Af því mér finnst þetta ekki boðlegt og alls ekki fyrir, bara alls ekki að þetta á ekki að fara út í loftið og ógeðslega ljót auglýsing með blótsyrðum, ég þolið það ekki. Í gamla dag, ég sagði frá því að kennarinn minn í gamla dag þegar ég var í skóla, þegar ég var yngri, ekki þegar ég var lítill, eða ég ennþá lítill, en sko, kennarinn þar, hann var með þátt á rás 1, það var bara ein rás. Og í einu þættunum þá blótaði hann, 1 blótsyrði og hann var settur af. Hann fekk ekki vera með fleiri þætti. Ég hlusta á auglýsingu frá Stöð 2 út af einhver knattspyrnumóti fyrir 3-4 mánuðum síðan. Það var blótað 20 sinnum í auglýsingunni. Þú veist, mér finnst það ekki í lagi. Ef ég þarf að tala í Viktor þá segi ég Viktor. Ef ég ætla að tala í djöfullin þá segi ég djöfullin. Þetta bara nákvæmlega saman. Þú talar út í andaheiminn. Og mér finnst mjög óþægilegt að hlusta á svona og ég vona að séu fleiri eins og ég í því. Staður þar sem fara að vaxa í gjöfum sem Guð hefur gefið okkur. Staður þar sem traust og trúnaður ríkir. Og það gríðarlega mikilvægt. Við erum alltaf með bænaþjónustu eftir samkomunar. Og við hefum lagt rosa mikið upp úr því að þeir sem koma að biðja hér fólk sem búið að fara í gegnum okkar allavega sikti það að við viljum ekki að fólk komi hérna og biðji sem ekki inn í bænateymin okkar. Og hluta því þessi trúnaður sem það að vera í bæninni. Ég segi það við fólk sem kemur hér á samkomu, þú getur komið fram og játa fram alltaf hluti í þínu lífi án að ágera því að sé að vera að tala um annar staðar eða fyrir utan samkomuna. Það líki bara algjör trúnaður og það óbúslega gott að koma hér og láta biðja fyrir sér. Mér finnst gott að koma ef ég að berjast ykkur hluti, þá segi ég bara hvað það sem ég að berjast við. Þú veist, enginn heilagur, öll að berjast ykkur hluti. Lífið mun gerast og alltaf að gerast.
Og við þurfum alltaf á náð Guðs að halda. Náð Guðs ný á hverjum einasta degi fyrir líf okkar. En við skulum ekki synga upp á náðina. Það gerum við ekki. Við viljum gera það besta. Við viljum halda áfram að gera það besta sem við getum gert. Eins og við erum megnuð að gera. Og ég hvet ykkur til þess að ef þið eru hér í kvöld og af því það eru svo margir sem eru kvíðnir fyrir þessa hátíð, jólaháttíðinni, það er alltaf, hefur alltaf verið þannig, bara fullt af fólki. Og ef maður horfir aðeins aftur í tíman á þessu ári, að þá er bara fólk hér inni sem hefur mist, fólk sem er að berjast við sorg, fólk sem er að berjast við kvíðan og óttan. Og jólin verða öðruvísi heldur en voru í fyrra, af því það vantar eitthvað. Og það er svo mikilvægt að vera inn í hópa fólki sem er tilbúið að halda utan um okkur og hjálpa okkur til þess að ganga þessa leið. Við erum með þér, við elskum að fá að þjóna með þér, við elskum að fá að biðja fyrir, við elskum að fá að uppörva þig. Og það er þetta sem að starf fjallar að elska fólk til lífs. Við erum ekki hérna með einhverja töfraformúlu, við erum bara mennsk og við erum bara breysk. En það sem við viljum gera, það er að elska fólk inn í Guðs ríki. Það er það besta sem við gerum. Og ég hvet ykkur til þess að vera duglega komið þegar við förum inn í nýtt ár. Við erum með alls konar planleggingar í gangi fyrir næsta ár. Við ætlum að fara að endurvekja aftur þessa ferðir sem við fórum alltaf einu sinni í mánuði frá föstudegi til sunnudags út úr bænum. Það sem er kennsla og það sem við eigum samfélag, njótu þess að vera saman. Það sem kostnaður haldið niður í, góðu matur og hafa bara samfélag. Og þetta hefur rosalega mikið að segja í að halda hópnum saman. Og við þráum öll að við tilheyrum, við þurfum að tilheyra, við þurfum að finna okkur kirkju til þess að tilheyra. Þetta starfi svona eins og Guð gaf það, þetta er svona, ég hef sagt ykkur nokkur frá því hvernig myndin af því sem Guð gaf mér. Guð gaf mér mynd sko af hérna svona fjárrétt, þið vitið hvernig þær eru. Þess að lömbin kom alltaf á haustin þegar hann fór að slátra. Og það var sýnin sem Guð gaf mér. Og svo eina dyr inn í miðjum hringinn. Og öll lömbin kom þar inn í miðjuna. Og það voru 2 fánar sem stóðu í United Reykjavík. En inn í þessu hring var fólk frá hinum ýmsu kirkjum og fundi sína sauðu og settu þið inn í sitt hólf. Það var hugsjónin að við kæmi hér, myndi eignast drottinn Jesús inn í lífi okkar, fá þessa von og fyllast þessari fullvissu það hver Guð er. Finna sér kirkju til að fara í, finna sér samfélag sem að geta fengið uppbyggingu og haldið áfram næstu skref. Það er það sem að hjarta mitt var fyrir. Margir hafa sagt akkurat ekki löngu hættur þessu bara að stofna bara kirkju. Það er miklu sniður að stofna bara kirkju. En það er ekki eitthvað sem Guð talaði inn í mitt líf. Þetta er bara grasróta starf sem þráir það eitt að fá elska fólk og halda utan um fólk og sérstaklega alkohólista og fólk sem hefur að berjast við það. Og þess ég elska alkohólista. Þeir eru ógeðslega erfiðir en alveg eins og ég. En ég elska að hjálpa fólki. Og hér, þú veist, hér andliti kvöld sem að bara, maður verður svo þakklátur bara, Guði. Það skuli hjálpa fólki sem að fellur til hliðar og reisið það að nýju. Þú veist, Guð getur tekið sem brotið er og byggt upp að nýju. Hann kemur nýtt það sem að er horfið í líf okkar. Hann getur endur gert allt. Hann er endur lausnari. Hann endur fæðir. Hann tekur líf okkur og endur skipuleggur það. Allt okkar líf. Og hann er það besta sem til er. Það er ekkert í þessum heimi sem gerst nálagt því sem hann er. Og fyrir mitt líf, þó við lifum eins og í mínu starfi, við erum alltaf að lendi ykkur, alltaf eitthvað að gerast og ég er breskur maður og ég get verið sagt hluti sem ég á ekki verið að segja. En ég mun aldrei hvika frá því að hann er höfundur og fullkomnari trúarinnar, Jesú Kristur. Hann er sá sem leiðir mig áfram. Það er hann sem ég vil fylgja. Og það er bara mitt líf fjallar það í dag. Og þegar ég vaknaði 15. febrúar 2010 upp í Hlaðgerðarkoti og fann að Guð er ekki búinn að gefast upp, að þá gaf ég honum þetta loforð að ég mun fylgja. Ég var búinn að kynnast honum áður. Ég er einn af þessum fólki sem ég tala um hér, stað þess að fólk hefur átt trú og fara endurreist. Og veistu, það var alls ekkert auðvelt að fara endurreist. Það var auðvelt fyrir mig.
Það var auðvitað fyrir mig að ég fengi endurreisn. En það var erfitt fyrir mjög marga aðra að ég fekk endurreisn. Og mín fullviss það að ég trúi því okkar verk hér á jörðinni að fara áfram með boðskapinu í Jesú Krist. Leiða fólk inn í Guðs ríki. Og eignast eilífa lífið. Hugsi ykkur. Ég var að hugsa á það, ég var að segja við Samúel minn, pastorinn minn, úr þessari kirkju, sem inn í kvöld, ógeðslega þakkláttur fyrir hann, yndislegu bróðir. Og gaf mér hluta sem já í dag samt við kærleika Guðs, sem svo ríkt í mínu hjarta, gafgott fólki. Og ég bara bið Guð að þeim megið fá að eignast þessa angist í hjartanu fyrir öðru fólki. Verkurinn sem bara ekki svona venjulegu verkur, heldur hann allt öðruvísi. Að þú getur ekki stoppa, þú verður að halda áfram. Þú verður að fara til fólk sem brotið. Þú verður að hjálpa fólki að fætur að nýju. Og ef líf okkar alla fjalla það, að við ættum þessa angist í hjart okkar. Þetta var Gunni Vinki, trómarinn benti mér á þetta. Þetta svo ótrúlega mikilvægur hluti fyrir líf okkar. Ég skildi ekki í því stundi ég fara að sofa kvöldin og leið mér bara mjög rosa skrengilega í hjartanu. Og ég var alltaf með fólk í huganum. Alltaf fólk sem var að berjast. Og það var þessi angist sem við þurfum öll að hafa. Þetta djúpur sásöki og það engin leið nema upp. Og það svo mikið að við eignumst þetta í hjart okkar. Þá getum við sýnt kærleika Guðs í verki. Og líf okkar, ég óska þess að mitt líf endurspegli Krist og það sem hann gerði og kendi okkur að gera þegar hann gekk á jörðinni. Það að elska fólk, halda þennan fólk, koma með þessa umhyggju bara inn í líf fólks. Það svo gott og það svo gaman að sjá fólk fá endurreisn. Og við erum búin að horfa upp á svo mikið af fólki sem hefur komið hingað í þetta starf hér, gjörsamlega niðurbrotið, andasál og líkama og eignast líf og yndislegt líf í dag. Við höfum séð að mæður sem hafa mist börnin sín frá sér og sem hafa Guður saman eða nýju, fjölskyldur sem hafa sundrast og kemur allt tilbaka aftur. Allir þessi hlutir. Og Guð, að því að Guð engin hlutur menn. En við þurfum að eiga þess að trúar fullösu að hver hann og treysta honum 100% fyrir því. Ekki alltaf vera að grípa inn og reyna að hjálpa honum. Koma okkur í aftursæti og vera þar og leyfa honum að keyra. Það það sem ég vil fyrir mitt líf. Staðu það sem einstaklingur kemur og veit af hverju hann gengur. Að þið vitið þegar komið hérna hvað sem við erum að koma að það mun alltaf vera, allt það sem ég saði okkur hér á undan þarf að vera virkt í líf okkar og þeirra sem eru hérna þjóna. Og mér finnst það óbúslega mikið hérna aðri. Staðu það sem hvatning að rétta útrétta hendi til þurfandi án skilyrða. Að við hérna réttum hjálparhundi fólks á þess að sé hvað skilyrði sem fylgja því. Og það má aldrei gerast. Og náttúrulega fyrst og fremst það að elska fólk til lífs og elska lífið. Það það sem við þráum að gera. Þannig eru réttlátt fyrir náðans og urðum í voninni erfingjar eilíft líf, segir í Títusi. Það orðið sagt og þetta vil ég að þú leggir alla áherslu til þess að þau sem fest hafa trú á Guð láti sér umhugaðum að stunda góð verk. Það gott og mönnu nýtsamlega. En forðast þú heimskulega þrætur og ættatölur, deilur og lögmarsstælur, það eru gagnlausar og til einskis. Við erum ekki að rífast fagnaðarerindi. Ég segi oft við fólk skilur hérna predika orðið á hverju einasta degi og nota orðið með þarf. Mér finnst þetta bara að segja allt sem segja þarf. Þú þarft ekki alltaf að tala, heldur vertu bara. Það miklu sniðura. Og upplásversi mitt úr Hebreabréfinu fyrir trú. Trúin fullvissa þetta sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Og það staðurinn sem ég vil vera á. Að það sko að trúin fullvissa sem menn vona og sannfæring þá hluti sem ekki auðið að sjá. Það eru hluti sem Guð setur. Við verðum að eiga framtíðarsýn líka fyrir líf okkar. Og Guð tali inn í líf okkar. Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að hvika. Því að trúr sá sem fyrir þetta hefur gefið. Gefum gætu hvert öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka, stendur í Hebreabréfinu 10. Fyrsta kafli Efesus, þetta allt vest sem eiginlega komið til mig þegar við vorum að byrja starfið. Ég bið Guð drottinn vor Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa þér anda speki og opinberunar, svo þið fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans, svo þið sjáu hver svo von sem að kalla okkur til.
hver ríkulega og dýrlega arflega hann ætlar okkur meðal hinna heilugu og hver kröftulega hann verkar í okkur sem trúum. Hann verkar í okkur þegar við trúum. Þetta allt byggt á trú og það kannski það sem vantar oft inn í líf okkar, það þessi fullvissa og trú að Guð grípi inn í. Guð ekki að gleyma þér. Guð elskar þig, hann elskar þig nákvæmlega eins og þú ert, ekkert öðruvísi, nákvæmlega eins og þú ert. En það sem hann vill sjá trú okkar og fullvissu og traust til hans fyrir líf okkar. En þetta sami áhrifamikli kröfti í mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi hann vaknaði upp frá dauðum og lét hann setja sig til hægri handar á himnum. Ofar hverju tign, vald og mætti, ofar öllum herradómi og sér hverju nafni sem nefnt ekki aðeins í þessari verð, heldur í henni komandi. Þetta þessi krafti sem Guð, sami kraftur risti Jesú upp frá dauðum, býr innra með þér. Og við þurfum að læra að nota, við þurfum líka að varðveita hjart okkar fyrir öllu þessu áreiti sem í kringum okkur. Fyrra Kórinthubréf uppáhalds margra, enda ótrúlega fallegur kapli, 1. Kórinthubréf 13. kapli sem fjallar kærleik og Guðs. Og hann segir, hann gleðist ekki yfir órétti en samgleð sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikunum fellur aldrei úr gildi. Að því þú fagnaðurindi fjallar kærleika og ekkert annað. Þetta staðista og öflugasta vopn sem til í heiminum í dag. Það kærleikur. Kærleikurinn. Halleluja. Og svo í Jeremía 29 sem að vonandi tala til ykkar allra. Því ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með þér, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju og veit ykkur vona ríka framtíð. Þegar þér ákallið mig og komið og byggðið til mín, mun ég bænir yður. Ef þér leiti mín, mun þér finna mig. Þegar þið leitið mín á öllu hjarta, læti ég þau finna mig, segir drottinn. Og við þurfum að leita hans og gera það í bæn. Andadráttur trúarinn bænin. Og það það sem við gerum. Við þurfum að biðja og leita Guðs. Og hann mun. Og þá meina ég ekki að leita hann hvar hann heldur leita hans með líf okkar og það sem að við þráum fyrir okkar líf. Við erum öll litlir Jesúa sem hefur hoppað hérna á jörðina og gera verkin sem hann kendi okkur að gera. Leiða fólk inn í Guðs ríki. Og ég ætla að enda á þetta sögu sem ég hafa sagt, nokkur ykkur hafa heyrt að mér finnst bara svo, þetta svona sýndamynd upp á, kannski það svona sem við lendum í. Og ég hef sagt kannski frá því og bara fyrirgefið þeir sem hafa vegist þetta áður, en það var ung stúlka, frelsustelpa sem vann í mjólkurbúð, það var í gamla daga, það voru mjólkurbúðir. Þá kom maður keypt 100 grömmar skeri, það var slett í svona pappír og viktað, það var í gamla daga. Og þessi stelpa, hún vann í þessari búð, hún var frelsuð og átti lifandi trú á Jesú Krist. Og það talað í Biblíunni að Jesús kom hann í skýjum himins til þess að ná í kirkjuna sína og hún lyftist bara frá, fólki lyftist bara upp í himinin. Og það var gömul kona sem kom á hverjum degi og keypti hálfan lítra mjólk og hálft brauð. Hverjum einast degi af staf, þá staulaðist inn í búðina til konunar og keypti þetta brauð. Einn daginn þegar að gamla konan að versla, þá kemur Jesús í skýjum himins. Og allt í einu þá lyftist stúlkan, þessi unga stúlka, upp í himinin og að leið upp í himinin. Ofboðslega glöð og ánægð. Og svo lítur hún niður og það stendur gamla konan niður með stafinn og tárin í augunum og sagði, akkur sagður mér ekki frá þessu. Og það staðurinn sem ég vil ekki vera á. Og kannski þetta góð mynd upp á það sem getur gerst þegar Jesús kemur í skýjum himins. Ég vil ekki að fólki mitt verði eftir. En þetta var svona það sem hjálpaði mér til að fara áfram og vera duglegur að segja fólki frá Jesú og gera það með aðlögun, ekki áróðri. Leyfa fólki að finna að við elskum það. Elskum það fyrst og þá kemur allt annað. Því Guð kærleikur og ekkert nema gegnheill kærleikur. Ég vil rísa á fætur og mér langar að biðja líka Viktor þá sem í bæna að koma hérna fram
og ég hvet ykkur til þess að koma fram til þess að biðja. Ég hvet ykkur líka að við erum með samkomu næsta mánudag líka, þannig að rétt fyrir jólahátíðina, og verum duglega að koma hér næsta mánudag, byggjum hvort annað, styrkjum hvort og styðjum hvort annað þegar við erum að ganga inn í þessu daga. En bara Faðir, við þökkum þér fyrir að þú ert góður, Guð. Við þökkum fyrir að þú ert trúfastur, Guð. Við þökkum fyrir Drottinn kærleika þinn og elsku þína til okkar. Þú elskar alla menn án skilyrða, Drottinn. Og ég bið þig, Faðir minn, að við megum, Drottinn, þegar við löpum hér út í kvöld, Drottinn, að við megum hafa eignast eitthvað nýtt í hjarta okkur, eitthvað von, eitthvað trú, eitthvað fullvissu, Drottinn, um það hver þú ert. Ég sérstaklega vil ég, Drottinn, biðja þig fyrir þeim sem að berjast, einhverju baráttu, eða sjúkdómar, eða óttinn, eða sorgin, Drottinn. Faðir, við biðjum að koma inn í þessa kringustæður, koma líka með þína læknandi hönd, Drottinn, snerta við fólki, gefa þeim, Drottinn, vonina, gleðina og friðina nýju, Drottinn. Út undursamlegur Faðir og vilt okkur bara það besta. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur gefið okkur, Drottinn, Jesú Krist, að við tökum á móti Jesú Kristin líf okkar, meðalgangarna milli Guðs og þín, Drottinn minn, og okkar. Og ég þakka þér fyrir tækifæri að við getum komið og játa með vörun og trúa þér hjartanu að Jesús, þú ert Drottinn, að þá munum við hólpin verða. Þessi einfalda bæn sem svo auðvelt að fara með, en breytir öllu í líf og gefur okkur nýtt líf. Ég bið þig, Drottinn, að bara taka burtu allan hroka og stolt, Drottinn, að við mögum bara koma fram fyrir því auðmýkt. Allir sem eru hér í kvöld eru hér ástæðu. Einhver ástæðan, Drottinn. Og ég bið þig, Drottinn, að þú notir þetta tækifæri núna, Drottinn, það fólk sem kom hér inn í kvöld, Drottinn, sem gaf þér leyfi til að snerta við hjarta þeirra, snerta við lífið þeirra, fylla þau af von og gleði. Og ég bið þig, Drottinn, fyrir þessum dögum sem framundan eru og hátíðaröldunum sem verða núna, Drottinn, og jólahátíðinni, að enginn mætti vera einmann og finna sig einum. Gefðu okkur öll trú í bæninni að þú muni leiða okkur til fólk sem þarf á okkur að halda, Drottinn. Fólk sem að berjast við einmannleika og sorg og kvíða fyrir þessum dögum, Drottinn. Bara blessa með þetta sérkvæðni inn í þessa viku í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Við ekki að koma fram, fá fyrirbæn. Það er gott að fá fyrirbæn. Versta sem til er. Halleluja.